Ok, við erum að tala svolítið stikun núna og í þessu myndbandi ætlum við að einbeita okkur svolítið að stikun hrings. Og segjum bara að við ætlum að byrja á að stika hring sem er með miðju 0,0 og radíus 1. Jafna svona hrings er x í öðru pluss y í öðru er jafnt á 1. Svona. Þetta er það sem við viljum stika. Og þegar við erum að stika, nú erum við í r í öðru, því að við ætlum að hafa þennan hring hérna bara í tvívíðu plani, þá vil ég gefa x-hniti mín og y-hniti mín bæði miðað við stikan t. Og t er þá einhverju bili. Hvernig kalla þetta bil? I, bara bili. Og ein leið til að gera þetta, sem að kemur okkur ekkert mikið óvart af því að við erum búin að vera að vinna með tvinntölurnar og við hefum séð áður einingarhringinn, það er að láta x og y vera annars vegar kósinus af t og hins vegar sínus af t. Og af hverju virkar það? Það er vegna þess að ef ég set núna x í öðru pluss y í öðru, þú veist vinstri hliðina í þessari hérna jöfnu, þá fæ ég kósinus í öðru pluss sínus í öðru og út frá hornaföllunum vitum við að þetta er jafnt á 1. Þannig að stendur hérna x í öðru pluss y í öðru er jafnt á 1. Jafna mín er sem sagt uppfyllt. Ok, þannig að þegar við stikum hennar hring, þá látum við x miðað við t vera kósinus af t og y miðað við t vera sínus af t. Til þess að fara heilan hring, og þá vitum við að við þurfum að láta t fara frá 0 upp í 2π, og því þá þegar við erum hornið 0, þá erum við hér, svo eftir sem hornið stækkar, þá förum við hérna, hringinn. Hérna er ég komin upp í pi þegar ég kom hingað, hérna er ég komin upp í 3π hálfu og að lokum er ég komin upp í 2π, sér þannig að fullkomna hring. Þetta er eiginlega stórkostlegt. Og núna var ég að teikna þetta og þá sáum við, eftir sem t stækkaði, þá stækkaði hornið mitt, ég var sem sagt að fara í þessa hérna átt. Og þetta er eitt af því sem skiptir máli í stikun, þessi áttunin, í hvað átt er ég að stika. Og þessi stikun er rangsælis. Og við skulum sjá eftir hvernig við getum stikað þetta réttsælis. En ef við fáum gefna svona stikum og við erum að spá í hvernig þetta virkar, já þá, þú veist hvernig feril þetta er. Og þá reynum við að sjá hvernig x og y er miðað við hvort annað. Og hérna eigum við að þekkja og við lærum að þekkja að hringurinn er stikað. Svona við sjáum bara, já, kósinus af t og sínus af t, ég er með hringhreyfingu. T fer frá 0 upp í 2π. Hvernig get ég vitað í hvað átt ég er að fara? Ég sé það að ef ég seti 0, það er fyrsti punkturinn minn á bilinu mínu hérna, þá fæ ég kósinus af 0 og sínus af 0. Ég fæ 1 og 0. Og ef ég held áfram og segjum að ég taki bara pi deilt með 2 næst, hvað gerist þegar við komin allar leið þangað? Og ég seti inn töluna mína, kósinus af pi deilt með 2 og sínus af pi deilt með 2. Þá fæ ég 0 hér en 1 hér. Ég kom nefnilega hingað. Og svo framvegis þá sé ég er að ferðast í þessa átt. Og svona getum við alltaf gáð með því að setja inn nokkra punkta, sé hvernig hérna hreyfingin er, en við þurfum að sjá út frá bara kósinus sínus hnitunum hérna að við séum með hringhreyfingu. Ok, pröfum að stika, ef við breytum að þessum hring, hvað ef við viljum stika rangsælis, eins og ég segi, við viljum staðinn fara að fara hérna, við viljum staðinn fara réttsælis, meina ég, þetta var rangsælis. Ok, hugsum aftur myndina bara hérna. Segjum ég vil bara byrja í sama punkti hérna og í staðinn fyrir að fara í þessa hér átt, fara í þessa átt, þá vil ég fara í þessa átt núna. Þannig ekki í þessa hérna átt. Ok, ég vil sem sagt að hornið mitt minnki. Ég vil byrja hérna í horninu 0 og svo fer ég niður í pi deilt með 2 í mínus og svo í mínus pi og svo í mínus 3 pi deilt með 2 hérna og svo vil ég enda í mínus 2π. Ég er búin að fara hérna réttsælis hringinn, átt með við áðan. Nú, þá vil ég bara að þetta hér sé í mínus. Þannig ég get sagt r af t er kósinus af mínus t og sínus af mínus t. Þá ef að t-ið mitt fer frá 0 og upp í 2π, nú þá er hornið hérna inni, t-ið hér inni, að minnka. Fer frá 0 og niður í mínus 2π, af því að það er mínus hérna fyrir framan. Og við getum pröfað að setja þetta aðeins inn í GeoGebru, sé hvernig við getum skoðað ferlana þar.
Svo hérna er komin inn í GeoGebra og ég bjó hérna til sliderinn T. Ég skrifa bara T eftir 0 til dæmis og svo fer ég hérna í settings og breyti max og mín gildinu á T frá 0 upp í 2pi. Svo skrifa ég hérna jöfnuna mína x plus y eftir 1 til að sjá hringinn hérna á myndinni og svo ætla ég að skrifa inn stikurna mína. Og það er einfalt inn í GeoGebra. Við skrifum cosinus af T, skrifum þetta bara eins og hnit, sinus af T. Núna gefur hann mér punktinn hérna þegar T er 0. Svo læt ég T stækka, sem það slæta ég bara hérna þessum. Sjáðu hvernig aðeins mitt er að ferðast þarna eftir ferlinu. Eftir sem T stækkar, þá fer ég að rangsælis hringinn hérna. Og þegar ég komin alla leið upp í 2pi, sem ég get næstu, ég get ekki hérna á slætunum, bara eitthvað pína að styðja mér, að þá verð ég komin alveg aftur í 1,0. Nú breyti ég hérna stikunum minni í mínus T og mínus T. Og set sliderinn minn aftur niður í 0. Og séu að núna er T stækkar, nú þá er T náttúrulega að minnka hérna í þessari formúlu. Þegar T stækkar, þá erum við að fara rétt sælis hérna allan hringinn. Okay, þannig að þannig var einn möguleiki á stikun rangsælis og einn möguleiki á stikun réttsælis. Ok, hvað ef við viljum nú fara hraðar? Það séu að nú þegar T fór frá 0 upp í 2pi, það tók mig akkurat 2pi sekundur, ef við segjum að T sé sekundum, að fara hringinn. En hvað ef ég vil fara hraðar? Nú, þá get ég bara aukið hraðan hér með að margfalda með fasta á T-inu. Segjum nú bara við sem að fara aftur réttsælis, svo verðum ekki hérna rangið að fara aftur og bak hérna í svona, við erum aftur bara réttsælis og í staðinn fyrir að fara T áfram í hverju T skrefi, þá förum við 2T. Sjáðu, förum við T aftur niður í 0 og sjáðu, ég færi mig hérna, T er komin bara upp í 0,8 hér, ekki pi deilt með 2, þetta er bara í hérna, pi deilt með 4 og sjáðu, meðan ég fer frá 0 upp í 2pi, tíminn mér fer frá 0 upp í 2pi og ég náði að fara 2 hringi. Þannig að þessi stikun, ef ég leyfði T að vera frá 0 upp í 2pi í þessa stikun, þá væri ég ekki með einfaldan lokaðan feril. Ég væri með lokaðan feril en hann var ekki einfaldur vegna þess að sömu gildin koma fyrir oftar en einu sinni. Okay, við getum lagað það með að láta T bara vera frá 0 upp í pi. Þá færum við bara 1 hring. Okay. En ef ég vil hafa einhvern annan radíus, já, pröfum að skoða jöfnuna fyrst. Ef ég er með radíus 1 og miði 0,0, þá er ég með x + y jafnt á 1, en ef ég er með radíusin bara r, þá er ég með r í öðru, hægra megin. Þá set ég x jafnt á r sinnum cosinus af t og y jafnt á r sinnum sinus af t. Og þá gildir að x + y í öðru er r í öðru cosinus í öðru t plus r í öðru sinus í öðru t. R í öðru getur farið út fyrir sviga og inn í sviganum stendur þá cosinus í öðru plus sinus í öðru. Nefnilega bara r í öðru. Sjáðu, jafnan er uppfyllt. X í öðru plus y í öðru er jafnt á r í öðru. Nú, við sem sagt margföldum bara x hnit og y hnitinu með radíusum. Gerum þetta henni í GeoGebra. Förum nú bara hægt og rólega hringinn. Sleppum með að margfalda með 2 hér. En breytum radíusinum í segjum, já, hvað ég var að segja, 3. Radíusin fyrir 3 hér og radíusin fyrir 3 hér. Svo punkturinn minn er komin hérna, förum bara með t eftir 0. Punkturinn minn stikurinn er komin hérna, við ætlum að breyta líka hringnum okkar. Þá erum við komin hérna. Zooma hans út, þá erum við hér og látum t fara frá 0 upp í 2pi og við rennum þannig að allan hringinn. Og bara músina þess að stríða mér, hún vill aldrei fara alveg út í enda hérna á stiganum. Ok, hverju getum við fleiri breytt? Já, hvað með aðra miðju heldur 0,0? Kíkjum á jöfnuna fyrst.
Ef við erum með miðju a, b og radíus r, þá er þetta jafnan. Segðu við hliðrum x a og við hliðrum y b. Þannig að hérna, ef þetta er 0,0, þetta er a og þetta er b, þá er þetta til dæmis þessi hérna hringur með einhvern, já, radíusin væri þá a þarna, af því að fór akkurat hérna svona langt. Ok, þetta er jafnan. Nú þá get ég látið bara x mínus a vera kósinus af t, hugsa þetta fyrst bara með radíusin 1 hérna, og y mínus b vera sínus af t, þetta hérna, en ef að radíusin er r, þá og radíusin er þá r í öðru þarna, þá þarf ég bara að margfalda með r hér, alveg svo áðan. Þannig að x-ið mitt er sem sagt r kósinus af t pluss a, því að ég bara láta þetta hér vera r kósinus af t og þetta hér vera r sínus af t, og y-ið mitt er r sínus af t pluss b. Og þetta meika fullkominn sens að hugsa það að x-nitið mitt, það er að hliðrast a til hægri. Þegar radíusin að vera póstlið a. Ef a er negatív tala, þá fer hann hlið til vinstri. Og y-hnitinn, þá hliðra þeim öllum b til upp eða niður. B upp ef þetta er pósitíft og niður ef b er negatíft. Pröfum að tekna þetta í geogebrinu. Pröfum bara að gera hvort fyrir sig einu. Segjum að ég vil hafa x miðuna í 2. Búm. Skutlast til 2 til hægri. Hann á þetta inn og ég ætla að færa y-hnitinn 3 til 3 upp. Þannig að ég segi hérna í jöfnunni fyrir hringinn -3 og þá þarf ég að segja öll y-hniti mín þurfa að fara 3 upp. Ég get farið hérna inn í þetta, pluss 3 hér, þá er komin hana. Færum að hringinn okkar til. Og sjáum, miðjan er í 2,3 hérna og radíusin er 1, 2, 3. Og ef ég læt stika mínu fara frá 0 upp í 2π, hvað verður það punktið minna að hana? Já, hans vingast hana allar hringinn. Ok, segjum nú að við viljum bara fara hluta úr hring. Og til að einfalda aðeins málin fyrir skulum við fara aftur bara í 0,0 miðju og radíus 1. Segjum við viljum bara fara hluta á hring. Segjum við viljum stika bara pósitífa y-hlutan, sem sagt efri helmingina hringnum. Nú, þá ef við fyrir í geogebru, þá sjáum við ætlum að fara frá 0, við ætlum að fara hérna áfram eftir ferlinum, en við ætlum að hætta þegar við erum komin akkurat hérna í pi. Nú þá breytum við bara stikunum okkar með kósinus og sínus í að t-ið sé á minna bili. Til dæmis getum við sagt, látum r vera stikun ekki á bilinu frá 0 upp í 2π. Þetta hérna er stikun á öllum hringnum. Þar sem við notum kósinus af t og sínus af t. Heldur minkum við bara hérna og förum bara upp í pi. Og til að sýna ykkur aðeins fleiri leiðir, þá gæti ég líka í þessu tilfelli, þá get ég sagt, ok, ég er með x í öðru pluss y aftur 1. Ég ætla bara að taka þann hluta þar sem y er stærri aftur 0. Og þá einangra ég y hérna í jöfnunni. Og ef ég einangra y almennt, þá fæ ég pluss eða mínus 1 mínus x í öðru og rótin af því. En að því ég vil bara það hluta sem y er pósitíft, þá get ég sagt bara pluss rótina hérna. Og þá get ég látið x vera stika minn t og þá er y þá rótin af 1 mínus t í öðru. Þannig að þetta er önnur leið til að stika hringinn. Þá segjum við r er einhverju bili
yfir í r í öðru, þetta er tveggjastaka vegur, r af t er jafnt á t í x-stefnuna, rótin af 1 mínus t í öðru í y-stefnuna. Og hvaða bili þarf ég eiginlega að láta t vera núna? Já, ef við hugsum bara myndrænt. Við erum með hennan hérna hluta af hringnum. X-ið mitt á þessari mynd er frá mínus 1 upp í 1. Og x-ið mitt er akkurat t-ið. Þannig að t er líka á bilinu mínus 1 upp í 1. Pröfum að gera þetta í GeoGebru. Búin að breyta slætarnum mínum hana til að fara frá mínus 1 upp í 1. Og hérna ætla ég að láta rót t og rótin af 1 mínus t í öðru. Ok, við erum hér greinilega. Sjáum það að þegar við látum mínus 1 inn í þessu efni þá fáum við mínus 1 hérna og 0 þegar við setjum t inn undir rótina. T eftir mínus 1 undir rótina. Og svo þegar við látum t vaksa, sjáum við erum að fara þarna réttsælis eftir hringnum. Þannig að þessi stikun sem ég valdi mig hérna er stikun réttsælis. Og munið bilið hérna veldum við mínus 1 til 1. Ég skrifa það hérna. T er á bilinu mínus 1 til 1. Þetta er fall sem tekur tölur á bilinu mínus 1 til 1 og skila tveggjastaka vigri. Ok, þetta getum við gert náttúrulega líka fyrir negatíft x til dæmis. Segjum að við værum með hérna, svo ég taki n eitt dæmi, segjum við sem er hér. Nú þá, í staðan fyrir að einangra x í, y-slan í jöfnunni þessari hérna, þá einangra ég x, ég fæ plús eða mínus rótin af 1 mínus y-slan í öðru. En ég er bara að skoða það sem x er minna eftir 0. Þannig að í staðan fyrir að fá plús eða mínus rótina, þá fæ ég bara mínus rótina. Og þá get ég látið stika minn y-slan vera t, og þá er x-ið mitt mínus rótin af 1 mínus t í öðru. Og hvernig verður þá stikunum mín? R af t er jafnt og y-stefnur er bara með t og í x-stefnur er ég með mínus rótin af 1 mínus t í öðru. Á hvaða bíli er y? Nei, t-ið menna ég, það er á sama bíl á y. Ef við horfum hérna, þetta var hringur með radius 1, þá er y á bílinu mínus 1 til 1. Þannig að r er fall á bílinu mínus 1 til 1, skýrast tveggjastaka vigri. Og það gefur mig þessari formúlu hér. Hérna má líka skrifa bara fyrir aftan t er á bilinu mínus 1 til 1. Ok, hvað er fyrsti punkturinn á þessari stikun? Hvort byrjum við hér eða hér í þessari stikun? Já, pröfum að reikna fyrsta punktinn. Fyrsta staki fyrir t er mínus 1. Þannig ég fæ mínus rótin af 1 mínus mínus 1 í öðru, sem er 0, og mínus 1. Ég fæ 0 og mínus 1. Fyrsti punkturinn minn er hér. Og svo ætti ég að ferðast hérna eftir ferðinum, hingað upp. Við getum pröfað í GeoGebru. Sjá, opnum GeoGebru. Breytum formúlinu okkar hérna. Færum slætirinn hérna á mínus 1, það er fyrsta stakið, og sjáum við byrjum hérna. Svo látum við t fara frá mínus 1 upp í 1, og við ferðumst eftir ferlinum hana, réttsælis líka hérna upp í 0,1. Ok, hvernig get ég stika þetta með kósinus og sínus? Já, munum við fara réttsælis, þannig ætlum við að hafa mínus t. Pröfum það, eitt loka hérna, áður en við hættum. Þannig að við skrifum r af t er kósinus af mínus t og sínus af mínus t. Af því ég ætla að fara réttsælis. Og ég ætla að fara réttsælis bara til að pröfa að gera aðra stikun á akkurat þessum ferli í sömu áttina sem ég geri hér. Hvar vil ég byrja og hvar vil ég enda?
Fyrsti punkturinn minn á að vera hér og munið ég með mínus á t-inu, þannig að t-ið á að vera hornið mitt á að vera mínus pi aðrir, þannig að t-ið mitt er pi deilt með 2. Fyrsti punktur. Og já, akkur ég skrifa þetta svona. T er á bílinu. Pi deilt með 2, svona. Sjá þá að því að ég setja inn í hérna, þá fæ ég mínus pi deilt með 2 og mínus pi deilt með 2. Og svo vil ég fara ránsælisana upp. Aðalega hinga. Og þá ef ég hugsa þetta í þess átt, þá er þetta mínus 3 pi deilt með 2. Þannig að pi sinnum 3 deilt með 2. Þegar þetta hérna t stækkar, þá minnkar t-ið hér og ég ferðast eftir ferðlurum hérna upp. Fáum hérna sem síðasta GeoGebru. Hérna er ég búin að breyta formúlinu minni og t-ið fer núna frá pi deilt með 2 upp í 3 pi deilt með 2. Við byrjum hana neðst og eftir sem t vex, þá ferðast ég upp eftir ferðlurum hérna. Og þannig fer hann aftur og bak niður. Það ég ítti á orð á einhverjum bíómynd. Jæja, gaman að þessu. Þetta er það allt sem ég ætla að segja stikunina í bili á hringnum. Þannig að fórum svolítið ítarlega í alls konar breytingar hana til að fá betri tilfinningu fyrir sem með stikunina. Og einn mikilvæg punktur hérna er að stikunin er ekki ótvírætt ákvörðuð. Það er að segja, það er að finna marga leiðir til að stika nákvæmlega sama feril í nákvæmlega sömu átt með þessa. Ok, gangi ykkur vel að finna út úr þessu öllu saman og góða skemmtun.